Þriðja mál á dagskrá sem umræður innheimtureglu borgarinnar og grunnþjónustu og þá tekur fyrstu til máls borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Undanfarið ár hefur 5 börnum verið vísað úr leikskólum í Reykjavík. Af hverju skyldi það nú vera? Hafa þau brotið af sér með einhverjum hætti eða gert eitthvað sem réttlætir að þau séu send heim? Er eitthvað sem að börn á aldrinum 2 til 5 ára geta gert sem verðskuldar brottrekstur úr leikskóla? Ég spyr. Á þessu sama ári hefur 15 börnum verið vísað úr frístundaheimilum borgarinnar. Af hverju skyldi það vera? Er eitthvað sem gerir það að verkum að hættir að réttlæta brottrekstur 6 til 9 ára gamalla barna úr frístundaheimilum? 6 börnum hefur verið meinuð þátttaka í sumarfrístund hjá Reykjavíkurborg og vitað til þess að fjöldi foreldra hefur ekki sótt frístund hjá borginni vegna þess að þeir vita að þeir eru of skuldsettir til þess að borgin muni taka á við barninu. Þannig að vandinn er í raun meiri en sá sem hér kemur fram og í raun er mér alveg sama hversu mörg börnin eru, 1 barn væri nóg. En er það í alvörunni eitthvað sem að réttlætir það að börn verði af grunnþjónustu á borð við leikskóla eða frístundaheimili eða sumarfrístund, að daglegu lífi þeirra sé umturnað og að hið opinbera fríi sé ábyrgð? Fyrir mitt leyti er svarið við þessum spurningum nei. Börn eru börn og þau eiga að njóta verndar sem slík og þau eiga aðeins það besta skilið. Við megum aldrei fría okkur ábyrgð á þeim, engin ástæða er nógu góð og engar réttlætingar eru til. Ég er ekki ein þessa skoðun sem betur fer. Sáttmálar, skuldbindingar og samþykktir eru til í ýmsum gerðum til að tryggja einmitt þetta. Sá elsti, ítarlegasti og virtasti var einmitt lögfestur hér á landi nýlega og það er barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Þar eru réttindi barna og skyldur samfélagsins tíundaðar á mjög skýran hátt. Auðvitað er pínu skrítið að það skuli vera til lög og reglur og sáttmálar sjálfsagðan hlut og réttindi barna. Einhvern veginn skyldi fólk ætla að það væri bara common sense og að við þyrftum ekkert að hafa einhverjar reglur það. En þannig er það nú samt og mikilvægi þessara samninga, þessara reglna og þessara laga koma ítrekkað í ljós vegna þess að reglan að taka hagsmuni barna fram yfir aðra hagsmuni er alls ekki eins sjálfsögð og ætla mætti. Þannig er það til dæmis hjá Reykjavík að hagsmunir barna eru ekki teknir fram yfir hagsmuni borgarinnar af því að innheimta útistandandi skuldir. Þess vegna hefur þessum 20 og eitthvað börnum verið vísað úr grunnþjónustu undanfarna 12 mánuði. 5 börn fá ekki að njóta leikskólamenntunar og 15 börn fá ekki að fara í frístund með félögum sínum. 6 börn fengu ekki að taka þátt í sumarfrístund í sumar. Hér í Reykjavík og það er vegna vanskila foreldra við borgina. Forseti, innheimtureglur borgarinnar eru almennar og þær gera ráð fyrir því að hafi kröfur ekki verið greiddar innan 110 daga frá gjalddaga skuli uppsögn á þjónustunni taka gildi með 10 daga fyrirvara. Þetta gildir jafnvel þótt þjónustan sé ekki við greiðanda heldur barngreiðanda. Þessar reglur standast auðvitað enga skoðun og ætti ekki að hafa farið í gegn. Þær eru ósanngjarnar og common senseið ætti að duga. Því til viðbótar höfum við sem betur fer lög og reglur sem að kveða mjög skýrum hætti á að þetta megi ekki. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur verið undirritaður og lögfestur á Íslandi. Þar segir í 2. grein með leyfi forseta: Aðildarríki skuli gera allar viðeigandi ráðstafanir til að sjá að barni sé ekki mismunað eða refsað vegna stöðu eða athafna foreldris þess, lögráðamanna eða fjölskyldumeðlima eða sjónarmiða sem þeir láta í ljós eða skoðanir þeirra. Í lögræðislögum landsins kemur jafnframt fram að börn undir 18 ára aldri geta aldrei skuldbundið sig fjárhagslega. Skuldir vegna þjónustu við börn verða því alltaf skuldir foreldranna. Að segja upp þjónustu við börn vegna vangoldinna skulda fer því í raun á svig við annarkvort eða bæði þessara ákvæða. Fyrir liggur álit umboðsmanns barna sem er afar skýrt. Það er ekki hægt að láta barn líða fyrir fjárhag eða forgangsröðun foreldra sinna og börnin er ekki skuldarar. Hann bendir ennfremur á, umboðsmaðurinn, að leiki einhver vafi á túlkun eða beitingu ákvæðanna, sem það gerir ekki í þessu tilfelli, þá eigi að túlka barninu í hag eins og 3. grein barnasáttmálans kveður á
Vegna alls þessa, vegna þess að innheimtureglurnar eru ósanngjarnar og börn hafa liðið fyrir þær, þá lagði ég fram tillögu í borgarráði í september í fyrra að þetta yrði allt tekið til endurskoðunar og börnum tryggð sjálfsögð grunnþjónusta sama hvað. Tillagan var send borgarlögmanni og fjármálastjóra til umsagnar sem töldu ekki rétt að endurskoða reglurnar, heldur ætti þess í stað að bæta félagslegu úrræði, auka aðstoð og sveigjanleika gagnvart efnalitlum foreldrum, enda töldu þau mikilvægt að jafnræðis væri gætt þar sem innheimtureglurnar væru almennar en ekki sértækar. Þrátt fyrir þessa umsögn fjármálastjóra og borgarlögmanns var tillagan samþykkt. Starfshópi var falið að endurskoða innheimtureglurnar. Í honum sátu fulltrúar frá skóla- og frístundaráði og velferðarsviði sem vógu og mátu ólíka kosti og skiluðu loks tillögum til borgarráðs þann 12. mars 2013. Fyrir 8 mánuðum síðan, 12. mars. Niðurstaða starfshópsins var mjög skýr og breytingartillagan var einföld. Hún gekk út á það að í annarri milligrein, í grein 4.4 bættist við ákvæði að vanskil krafna vegna dvalarbarns í leikskólum, frístundaheimilum eða sumarfrístundar borgarinnar eða vegna mataráskriftar í grunnskólum borgarinnar leiddi ekki til uppsagnar á þjónustunni. Svo einfalt var það. Tillagan var vel rökstudd, meðal annars með vísan í lög og barnasáttmálann ásamt áliti umboðsmanns barna, þar sem kostur og gallar annarra leiða voru einnig raktar. Þarna í mars, hálfu ári eftir að starfshópnum hafði verið falið að vinna tillögurnar, hefði þetta verið sjálfsagt og eðlilegt að leggja þær fyrir borgarráð. Það var jú borgarráð sem óskaði eftir þessum tillögum. Það var þó ekki gert. Ég margítrekaði fyrirspurnir stöðu mála en ekkert gerðist. Það var ekki fyrr en í júní, 3 mánuðum eftir að tillögurnar lágu fyrir. Þá málið tekið upp í borgarráði. Tillögurnar eru samt ekki lagðar fram. Nei, þar lögð fram umsögn borgarlögmanns og fjármálastjóra tillögur sem ekki eru lagðar fram og umsögnin algjörlega samhljóða umsögninni sem lögð hafði verið fram í september árið áður og hafði verið hunsuð. Þar ítrekaði embættismennirnir bara þá skoðun sína að það eigi jafnt að gilda fyrir alla, ekki megi hafa aðra skilmála varðandi börn en fullorðna og ennfremur fjallaði í þessari umsögn að þetta geti leitt til frekari vanskila hjá einstaklingum og haft verri áhrif á fjárhagsstöðu þeirra en núverandi innheimtureglur. Forseti, síðan í júní hefur ekkert gerst. Fyrir utan það að ég hef lagt fram fyrirspurnir og ítrekanir á fyrirspurnum út í hið endalausa en svo sést í hátt á 2 tug fyrirspurna í fundargerðum borgarráðs. Þrátt fyrir allar þessar ítrekuðu fyrirspurnir hafa svör fjölda barna sem vikið hefur verið úr grunnþjónustunni ekki enn verið lögð fram. Þær upplýsingar sem hér koma fram 5 börn sem rekin hafa verið úr leikskólum og 15 börn sem rekin hafa verið úr frístundaheimilum eru upplýsingar sem ég aflaði með samtali við sviðsstjóra. Þetta ekkert flókið en upplýsingarnar hafa ekki verið lagðar fram í borgarráði. Þannig lítur út fyrir að meirihluti borgarstjórnar sé ekki tilbúinn til þess að gera þá einföldu breytingu sem lögð var til á innheimtureglunum til að koma til móts við þarfir barna, lög og barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og það sem meira hann virðist ekki vilja að fjallað sé núverandi ástandið sem þau standa svo dyggan vörð og afleiðingar þess, áhrif ástandsins á börnin í borginni. Þess í stað lúra þau á upplýsingum að 5 börn hafi verið rekin úr leikskóla og 15 úr frístundaheimilum. Þannig það. Meirihlutinn virðist ætla að fara að undarlegum ráðleggingum borgarlögmanns og fjármálastjóra að jafnræði skuli gilda við innheimtu krafna Reykjavíkurborgar og að félagsleg úrræði verði þess í stað efld. Þetta vil ég segja tvennt. Í fyrsta lagi fæ ég ekki séð að jafnvel þótt skuldir myndu hrannast upp að einhverju leyti í meiri mæli en nú hjá þeim sem ræðir og munum þá að þessi hópur kominn í mjög slæma skuldastöðu, þá get ég ekki séð að það að víkja barni úr frístundaheimili eða leikskóla verði til þess að styrkja þau eða efla eða hjálpa þeim að afla sér tekna. Síður en svo. Leikskólar og frístundaheimili eru jú grunnstoð velferðarkerfisins og meðal annars sett á laggirnar til að stuðla að jafnræði fólks, kvenna og karla sem að búa við ólíkar aðstæður til þess að afla sér tekna. Ef við víkjum börnum úr þessari þjónustu, þá mun það alltaf hafa ótvíræð og afdrifarík áhrif á fjárhag fólks og tækifæri. Hitt að borgarlögmaður skuli meta jafnræði innheimtureglnanna mikilvægara en barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
Það fæ ég ekki skilið og mun aldrei taka undir það að jafnræði við innheimtu krafna hjá borginni skipti meira máli en að börn fái þjónustu óháð efnahag eða forgangsröðun foreldra sinna. Þess utan á ég bágt með að sjá jafnræðið sem vísað er til, enda ljóst að ekki er hægt að beita börnum við innheimtu vegna annarar þjónustu. Þessi aðferð er svo brútal og miskunnarlaus að hún jafnast á engan hátt við að fella niður aðra þjónustu við fullorðið og fjárráða fólk. Forseti, ég þykist vita að meirihlutinn muni nú tilkynna að búið sé að finna leið og að nýjar innheimtureglur verði lagðar fram á næsta fundi borgarráðs. Jafnvel að svör fjölda barna sem farið hafa mis við þjónustu verði kunngjörðu líka. Að þetta séu bara mjög flóknar upplýsingar, þetta sé mjög flókið mál og það hefur tekið tíma að vinna þetta og afla allra þessara miklu upplýsinga. Það verður aldeilis orðið tímabært, getur sagt ykkur, og virkilega spennandi að sjá hvernig þau ætla að samræma umsögn borgarlögmanns og fjármálastjóra að þeim lögum og reglum réttindi barna sem eru við lýði. Ég hef persónulega enga trú á að það takist og í þessu tilfelli verður einfaldlega að gera það sem börnunum er fyrir bestu sama hvað hverjum finnst það og hvort eru fjármálastjórar, borgarlögmenn eða borgarfulltrúar. Það er líka athyglisvert að allt í einu núna, eftir allan þennan tíma, verði hægt að opinbera tölurnar börnin. Að á sama tíma og meint lausn verði lögð fram, komi fram hversu mörgum börnum hefur verið vísað á þessari nauðsynlegu grunnþjónustu. Það er athyglisvert svo ekki verið meira sagt. Ég mun ekki gefast upp, kæru borgarfulltrúar, og ég mun ekki hætta, ekki fyrr en það verður tryggt að borgin fari að ákvæðum barnasáttmálans hvað þetta varðar. Það má ekki gerast að fleiri börnum verði vísað úr þjónustu borgarinnar, ekki af neinum ástæðum. Að lokum vil ég segja að gjaldskrár fyrir nauðsynlega grunnþjónustu á borð við leikskóla, frístundaheimili og skólamáltíðir eru tímaskekkja. Kostnaðarþátttaka er svo sem af hinu góða þegar fullorðið og fjárráða fólk er að ræða sem að skilur og hefur möguleika á að velja og hafna, en þjónusta sem að ekki er val og þjónusta sem að varðar grunnskilyrði og lífsafkomu barna, hún á að vera greidd af sameiginlegum sjóðum. Í þá sjóði eigum við að greiða eftir getu og við eigum að þiggja eftir þörfum. Þá er borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu og þá er borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, það er rétt að það hefur tekið langan tíma að finna leiðir sem mest er sátt hvernig eigi að taka á skuldamálum foreldra sem ekki geta greitt vegna þjónustu sem börnin þeirra fá. Sóley fór yfir forsögu þessa máls sem er nokkuð löng og það er alveg rétt að við fengum álit borgarlögmanns og fjármálastjóra borgarinnar sem réttilega bentu á það að það væri ekki bara gegn jafnræðisreglu, heldur myndi það leiða til mikilla aukninga á vanskilum ef að það væri engin viðurlög við því ef að ekki væri borgað fyrir leikskóla eða frístundastarf. Þá væru skilaboðin til foreldrana, ef þú borgar ekki, þá skiptir það ekki máli því að barnið mun alltaf njóta þjónustunnar. Og vegna þess þá ákváðum við að fara enn snúningin á þessu og finna þriðju leiðina sem núna liggur fyrir og verður tekin fyrir í borgarráði núna í þessari viku. Það er vilji okkar í meirihlutanum að það sé afar sjaldan og í algjörum undantekningartilfellum að börn missi þjónustu vegna skulda foreldra sinna. En við getum ekki útilokað það. Við viljum að allir foreldrar sem komast í vanskil að þeir verði fyrst náttúrulega beitt bara almennum leikreglum innheimtu, en síðan verði þeim vísað á þjónustumiðstöðvar borgarinnar og boðið upp á velferðarþjónustu þar sem verður farið yfir í greiðslugetu þeirra og hún metin og gert í framhaldi af því tillögur
að samningum þar sem að greitt í samræmi við greiðslugetu og áfallandi reikningar verði greiddir. Ef að þetta gengur ekki eftir, þá hægt að leggja fyrir faglegt mat félagsráðgjafa til afskriftarnefndar sem að getur afskrifað skuldir þó einungis ef að faglegt mat félagsráðgjafans taki bæði á félagslegum og fjárhagslegum aðstæðum skuldara og taki tillit til barnaverndarsjónarmiða. Við viljum að það sé skoðað hvort að barnaverndarsjónarmið geti leitt til þess að barn haldi þjónustu þrátt fyrir að foreldrar geti hugsanlega einmitt greitt en geri það ekki. Þannig að við segjum núna það getur verið að börn missi þjónustu en þó aldrei nema að mjög vel íhuguðu máli velferðarkerfisins okkar þar sem farið yfir málin með foreldrunum og skoðað hvort að barnaverndarsjónarmið leiði til þess að við borgum fyrir leikskóladvölina. Í dag það þannig að það að meðaltali 12 börn í hverju mánuði sem að við greiðum fyrir á grundvelli barnaverndarlaga. Þannig að það mjög vel þekkt að greitt sé fyrir leikskóla eða frístund á grundvelli barnaverndarsjónarmiða alveg óháð því hvað foreldrarnir hafa í tekjur. Þannig að við erum ekki að henda börnum út á götu ef að þau eru úr þjónustu, ef að þau eiga á hættu á því að vera vafra þar án nokkurrar aðgæslu þá foreldra eða annarra í fjölskyldunni sem að geta komið í stað þeirrar þjónustu sem við erum að bjóða upp á. Þetta, eins og Sóley sagði, þetta eru fá börn í dag sem að missa pláss sín. Það getur verið að þessi leið sem að núna komin fram úr þessu vinnuhópi skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs, að hún leiði til einhverju aukinna vanskila. Við vonum þó ekki, en við viljum mæta fólki eins og En við getum ekki gefið þau skilaboð út að eins og Sóley vill og sagði, gjaldskráin vegna barnaþjónustu tímaskekkja. Ef við segjum það og segjum bara foreldrar geta bara sleppt því að borga því að það bitnar aldrei á þjónustunni, að þá alveg víst að við missum kannski stóran hluta af þeim tekjum sem við höfum í dag, en bara tekjur sem að foreldrar borga vegna leikskólaþjónustu 1 milljarður á ári, þó svo að hlutur foreldra sé alveg geysilega lítill. Hvort það sé 87% sem að við greiðum og foreldrar borga það ekki eitthvað 15%, 13–15%, en það samt sem áður milljarður því að þetta mjög dýr þjónusta. En við viljum gera enn frekar til þess að bjóða foreldrum í greiðsluvanda upp á þjónustu og aðstoð og mæta þeim sé greiðsluvilji til staðar og við viljum aldrei að börn missi pláss sín ef að barnaverndarsjónarmið eru uppi. Forseti vill minna borgarfulltrúa þegar ávarpa vitna til annað borgarfulltrúa og nota fullnafn og náttúrulega fallega titilinn borgarfulltrúi. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ansi margt sem ég ætla að koma að. Fyrir það fyrsta að þá var ég bara að tala almennt það að gjaldskrár vegna grunnþjónustu væru tímaskekkja, ekki í þessu tilfelli og það ekki það sem ég ætlast til þess að borgin sendi frá sér, síður en svo. Borgin á áfram eins og kemur fram í tillögunni og eins og kom fram í tillögum starfshópsins fyrri sem ekki hafa verið lagðar fram, að innheimta þessar kröfur og hún á að beita öllum þeim aðferðum sem hún beitir gagnvart því fólki sem ekki á börn til þess að refsa. Það vel hægt og það ekkert sem segir að skuldirnar komi til með að aukast meira með þeirri leið, heldur en þeirri leið að foreldrarnir missi þá dagvistun eða frístundaheimili í staðinn. Það fyrst mun valda skuldavanda hjá foreldrum. Það sem að borgarfulltrúinn var að segja hér að já, það muni sennilega leiða til þess að einhver börn verði af grunnþjónustu. Það sem sagt allt í lagi þegar ósanngirni nær bara til fárra. Það það sem meirihlutinn að segja.
Hann ætlar að sætta sig við það að það sé ósanngjarnt kerfi við lýði í borginni svo lengi sem það eru fá börn sem að lenda í því. Í hvaða stöðu eru þessi fáu börn? Ef þið ætlið að fækka ósanngirnistilvikunum, eru þau þá ekki í enn verri stöðu til að krefjast réttar síns? Og í hvaða stöðu eru þau börn sem að falla milli skips og bryggju í þessu kerfi sem að verður að reyna að útbúa hér? Hvað fá þau börn í staðinn? Eiga þau að vera ein heima hjá sér á daginn? Borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við það að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Frú forseti, Sólveig Tómasdóttir borgarfulltrúi spyr ósanngirnin nær til fárra og er það réttlætanlegt? Eins og ég sagði að þá er vilji okkar til þess að kanna mjög vel aðstæður, bæði fjárhagslegar og félagslegar aðstæður þeirra fjölskyldna sem eru í greiðsluvanda vegna leikskóla og frístundamála og það er alveg sérstaklega tekið fram að ef að barnaverndarsjónarmið mæla með því að barn haldi plássi frekar en að það missi pláss, að þá heldur það plássi. Þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið við það að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Hvað ef að barn fær ekki að vera inn á leikskóla? Hvað á þá að gera og hvaða afleiðingar haldið að það hafi fyrir foreldra þessara barna, fjárhagsstöðu þeirra og barnið sjálft og uppvaxtarskilyrði þess? Ég vil fá svar við því. Barn sem að ekki fær að fara inn á leikskóla eða í frístundaheimili vegna skuldastöðu foreldra, hvaða aðstæður hefur það? Þá borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Frú forseti, í þeim tilfellum þar sem að barn mun mögulega missa pláss greiðslugeta foreldra en ekki greiðsluvilji. Þegar barnið búið að missa pláss á leikskólanum, þá held ég að foreldrarnir sjái að sér greiði skuldina og koma barninu aftur á leikskóla. Þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, mig langar aðeins að koma inn í þessu umræðu vegna þess að ég held að vandi fjölskyldna í Reykjavíkurborg sé mjög mikill og ég held að sé vaxandi. Og það til dæmis vegna nýrra neytendalaga sem tóku gildi núna 1. nóvember og við höfum ekki hugmynd hvernig í raun og veru munu slá okkur því að samkvæmt mínum heimildum þá eru 28.000 einstaklingar á Íslandi núna á vanskilaskrá og annað eins sem að lendir í rauninni undir ykkur svona meðalviðmiði til þess að til dæmis geta tekið lán til þess að redda sér yfir erfið tímabil sem þýðir að það verður miklu erfiðara fyrir fólk að redda sér sjálft og það mun einhvern veginn veltast niður og jafnvel lenda inn á vanskilaskrá að óþörfu þykir mér og mér þykir líka mjög skrítið að við þurfum eiginlega að fá mat á því hvað þetta þýðir fyrir Reykjavík. Þetta setur fullt af fjölskyldum í miklu erfiðari stöðu en þau gerir sér grein fyrir í dag. Bara til dæmis með að fá yfirdrátt eða redda sér með einhverju láni yfir erfiða tíma. Þetta bara gjörbreytt frá því 31. október. Og ég held að fólk gerir sér endilega ekkert grein fyrir því hvað gerðist. Hvað varðar umræðuna hér hvort að börn eigi að fá að vera í þjónustu þó ekki sé greitt, þá langar mig að segja að við erum auðvitað með fjárhagsaðstoðarkerfið sem smíðað til þess að koma til móts við þær fjölskyldur sem eru með tekjur undir ákveðnum viðmiðum og þar eru auðvitað reynt að koma til móts við fjölskyldur sem að þurfa þess að halda og eru í þeim hópi.
auðvitað vitum við ekkert þau börn sem þarna, sem að Sóley borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir að benda okkur á. En ef að fólk statt þar að það geti í rauninu veru ekki greitt gjöldin fyrir leikskólagjöldin eða eitthvað aðra grunnþjónustu, þá var auðvitað leita til velferðarsviðs og leita til þjónustunnar, því að þar fer matið fram, það ekki víst falli undir og þá það náttúrulega eitthvað önnur forgangsröðun sem að það þarf sjálft að skoða, en þá það samt með tekjurnar sem við í rauninu erum að fjalla og þetta ofboðslega lágar tekjur, gerum okkur auðvitað grein fyrir því. Þá borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir lokið máli sínu og þá borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Já, mér langar nú aðeins að ræða þetta mál og þakka frummælanda fyrir borgarfulltrúa Sóleyju Tómasdóttur fyrir hennar ágæta inngang og þetta nú nokkuð sem við erum búin að vera að ræða mikið hérna í gegnum tíðina og málið sem sagt snýst það fyrir þá sem að kannski ekki hafa heyrt af því eða kynnt sér það. Þá snýst það að foreldrar borgi ekki eða standi ekki í skilum á greiðslum eða sínum hlut í kostnaði sem að börn þeirra þiggja hjá borginni, megi ekki verða til þess að það bitni, eða sem sagt að foreldrarnir séu í vanskilum megi ekki bitna á börnunum. Og þetta að sjálfsögðu mikið já, þetta mikið tilfinningamál og þetta svona já, svona í fljótu bragði þá finnst manni það ætti ekki að gerast að ef að foreldrar manns borgi ekki eitthvað að þá fáum maður ekki að vera með og eins og borgarfulltrúinn kom inn á í máli sínu og hefur kvartað yfir að þá hefur vinna við þetta verið ekki eins hröð og borgarfulltrúinn hafi vonast eftir og hún minntist á í máli sínu hér áðan álit fjármálastjóra og borgarlögmanns í þessari vinnu og ef ég skildi borgarfulltrúann rétt að þá fannst henni eins og já, við ættum kannski ekki að vera að taka svo mikið mark á þeirra áliti og ég vil þá spyrja á móti af hverju ættum við ekki að taka mark á þeirra áliti á þeirra faglega áliti, af hverju ættum við ekki að gera það við höfum svona sem samfélag kannski og það nú gjarnan talað, já, og ég held að borgarfulltrúinn hafi
nákvæmlega nefnt orðið embættismenn sem er svolítið svona loðið samnefni yfir æðstu stjórnendur og sérfræðinga Reykjavíkurborgar og það hefur að mínum dómi og okkar dómi ekki verið gott ráð að taka ákvörðun sem að gengur gegn faglegri ráðgjöf og heldur þurfum maður virkilega að skoða þá faglegu ráðgjöf sem að mann gefin og íhuga, sem sagt, sem sagt, þetta bara hreinlega ekki fær leið og við höfum því, það hefur því verið okkar niðurstaða að taka tillit og taka mark á umsögnum og áliti borgarlögmanns og fjármálastjóra verklag í innheimtu aðgerðum borgarinnar að gefnum forsendum og þetta sko, og þetta eins og með margt annað sem við ræðum oft hér og nú er það náttúrulega þannig að þessu er útvarpað og þessu er sjónvarpað og mér skilst að fjöldi fólks sé ýmist að hlusta á þessar umræður eða horfa á þær eða jafnvel hvoru tveggja. Þannig að mér finnst ég oft að því að við förum oft, okkur hættir til hér kannski að því að við erum að koma hér í borgarstjórn með kannski reynslu og þekkingu sem að aðrir hafa ekki og við ræðum hérna hugtök sem að fólk hefur kannski, almenningur hefur takmarkaða þekking á og við ræðum hér til dæmis lífeyrisskuldbindingar eða eitthvað svoleiðis og ég veit ekki svona hvað er hægt að googla þetta mikið eða afla sér upplýsinga eins og í gegnum netið. En auðvitað, og svo er þetta eitt af þessum málum sem að kann að hljóma mjög einfalt en er í raun ákaflega flókið þegar að maður fer að setjast niður við það. Og þarna kemur ýmislegt til, er að ræða börn og borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir talar börn sem að falla á milli skips og bryggju og sem að mér finnst og held ég flestu eðlilegu fólki frekar svona óhugnanleg myndlíking og það er eitthvað sem að enginn vill, auðvitað vill enginn að barn falli á nokkurn hátt einhvers staðar á milli skips og bryggju og við verðum að gæta barnavernda sjónarmiða en þetta er mikið tilfinningamál og börn eru vekja hjá okkur sterkar tilfinningar svona verndar tilfinningar og rannsóknir sýna það að það er í eðli okkar að vilja vernda börn og ekki bara okkar eigin börn heldur önnur börn og það eru bara reflexar hjá fólki að bjarga börnum. Það er ekki einu sinni ekki einu sinni alltaf meðvituð hugsun. En við viljum
náttúrulega, og svo kemur náttúrulega inn í þetta svona að hvert tilfelli er einstakt og hvert tilfelli er jafn ólíkt og þau eru mörg og þá kemur að því líka að það má ekki kannski ræða hvert einstakt tilfelli því að þau eru þess eðlis. Þannig að það flækir umræðuna en svona það sem að hefur verið varað við, það er að einhvern veginn að gefa út þau skilaboð að ekki hafa neinar áhyggjur af því þó þú borgir ekki, það mun ekki bitna á börnunum, að þau skilaboð séu sett fram og mér varð hugsað til þess þegar að og þetta er bara svona, ég meina ég bjó í Svíþjóð og talaði sænsku og 1990 og eitthvað og og þá tók ég það að mér að túlka því að ég talaði ágæta sænsku og ég tók það að mér að túlka fyrir Íslendinga sem að þurftu einhvers konar túlkunarþjónustu að halda og þá mjög oft sem að ég túlkaði gagnvart félagsþjónustunni eða sósíalen og í hverfinu mínu sem að og heitir Angeret og er eitt stærsta innflytjendahverfi á Norðurlöndum og þar var mikið af fólki að vinna með góðan vilja til þess að reyna að leysa úr vandamálum og hjálpa fólki og þar fór ég einu sinni með manni, Íslendingi, sem að var að sækja semst hann var búsettur í Gautaborg en átti barn á Íslandi og hann var að sækja eitthvað sem hann hafði fundið að hann hefði hugsanlega einhvern rétt á. Hann var að sækja einhvers konar stuðning til þess að geta boðið barninu sínu heim til sín til Svíþjóðar. Og bað mig að koma með sér og túlka fyrir sig og ég gerði það glaður og túlkaði mjög samviskusamlega fyrir hann að hann sóttist eftir ákveðnum styrk til þess að kaupa barnarúm og síðan einhvern svona smáræði eins og bleiur og barnamat og eitthvað svoleiðis. Og og þetta gekk bara og ég stóð mig alveg einstaklega vel og túlkaði mjög vel fyrir hann. Starfsfólk félagsþjónustunnar stóð sig líka einstaklega vel í að reyna við mættu honum með miklum skilningi og við öll og maður sá fyrir sér þetta barn og hvað þið glatt að fá að hitta pappa sinn í Svíþjóð og síðan var það gengum við þarna út, hann fekk einhverja úttektarinneign í IKEA og úttektarinneign í ICA-búð sem er svona Nóatún eða svona sambærilegt og Nóatún líklega. Og ég fór með honum þangað og ég var mjög glaður yfir þessu og samglæddist honum. Hann fór þarna inn í ICA og keypti sér svona millisterkan bjór fyrir inneignina og ekki bleiur og ég sagði við hann ætlaði ekki að hvað með barnið og hann sagði já, barnið er ekkert að koma og ég var bara að gera til að fá peninginn og svo veit ég ekki hvað, ég fór ekki með honum í IKEA þannig ég veit ekki hvað hann keypti þar en ég held að það hef ekki verið barnarúm þannig að svona það er ýmislegt, ég meina það er hægt að ganga svolítið að því
vísu að góður vilji til staðar og góður vilji ekki fyrirstaða og það ekki fyrirstaða í mannlegu samfélagi almennt einhver andúð eða illvilji gagnvart börnum. Það bara ekki þannig. En við höfum kosið að fara þá leið að mæta þessum vanda með því að fjölga úrræðum eða laga úrræði betur og hvetja foreldra til þess að taka ábyrgð og greiða sinn hlut sem vissulega bara brotabrot af þeim raunkostnaði sem þjónustan kostar. Og ef ég man rétt tölurnar eða prósentunar sem borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir nefndi hér áðan, þá minnir mig hún hafi sagt að kostnaðarhlutdeild Reykjavíkurborgar var 87% og þannig að síðan langar mig að segja og ég tek undir það sem að borgarfulltrúi Áslaug Friðriksdóttir nefndi hér áðan að staðan á reykvískum heimilum eða fjárhagsstaða reykvískra heimila erfið og við erum að takast ennþá á við afleiðingar efnahagshrunsins og það verið að reyna að byggja upp þetta samfélag aftur og reisa það við. Það ekki allir sammála hvernig eigi að gera það og sem eðlilegt. Fólk hefur misjafnar skoðanir á því og margt sem að spilar þar inn í og nú til dæmis bíður fólk svolítið eftir Alþingi og ríkisstjórnin ætlar að kynna mjög bráðlega skuldaleiðréttingar fyrir heimilin í landinu og ég held að það sé eitthvað sem að gæti hugsanlega haft og líklega gríðarlega mikil áhrif því að þetta eru leiðréttingar og ef ég skil rétt að þá eiga þetta hugsanlega að vera leiðréttingar sem verða einhvern veginn á heimsmælikvarða. Að þetta gæti verið eitthvað einhvert algjört einstakt útspil að ræða. Þannig að og ef það gengur eftir þá það gríðarlega mikið fagnaðarefni ef að tekst að einhvern veginn leysa úr því. En ég tel að þessar innheimtu aðgerðir og síðan útfærsla á einstaklingsmiðaðri úrlausn sé ákjósanlegasta leiðin og stend með þessu og að heill barna sé alltaf hafður að leiðarljósi. En þá þakka ég fyrir í bili. Takk. Þá borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir hefur óskað eftir andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, það tvennt sem ég myndi vilja koma inn á. Annars vegar það sem hefur ítrekkað verið sagt hérna í dag og borgarstjóri nefndi að það mætti ekki gefa út þau skilaboð ef að foreldrar borguðu ekki að það væri allt í lagi að því að myndi ekki bitna á börnunum. Nú það svo að ef að fólk borgar ekki stöðumælasektir þá bitnar það ekki á börnum þeirra og ég veit ekki betur en að bílastæðasjóður sé bara í ágætum rekstri. Það ekki þannig að við þurfum að beita svona brútal innheimtuaðgerðum
til þess að fá fólk til þess að borga. Við erum með nægilega mikið af brútal innheimtuaðgerðum þó að við göngum ekki svona langt. Hitt er að ég er sammála borgarstjóra í því að við eigum að hlusta á embættismenn og við eigum að fá faglega ráðgjöf þegar við erum að taka ákvarðanir. Það er okkar hlutverk og við eigum að gera það alveg sama hvað þær ákvarðanir snúast. En stundum er það þannig að við verum ósammála embættismennunum. Stundum er það bara þannig, og það hefur komið fyrir sennilega í öllum ráðum sem ég hef setið í, að ég hef bara verið ósammála faglegri ráðgjöf embættismanna. Það er örsjaldan sem það gerist, en þegar það gerist, þá þarf maður að vega það og meta hvort maður er tilbúin til þess að standa með sinni skoðun eða hvort maður á að fara eftir því sem að embættismaðurinn vill eða svo faglega ráðgjöf sem maður fær. Oft er það þannig að ég endurskoða minn hug og tek mark á þessari faglegu ráðgjöf og lít henni. En í þessu tilfelli er ég ósammála. Ég er svo innilega ósammála umsögn borgarlögmanns og fjármálastjóra að ég get ekki samþykkt hana. Og ég fór ágætlega yfir það í ræðu minni hérna áðan að fyrir það fyrsta þá fæ ég ekki séð hvernig skuldirnar koma til með að hrannast upp að einhverju leyti í meiri mæli heldur en núna. Vegna þess að ef við tökum börnin úr frístund eða úr leikskóla þá hlýtur annað eða bæði foreldri að þurfa að minnka við sig vinnu eða jafnvel hætta. Það þýðir að skuldastaðan mun versna hjá þessum foreldrum. Þannig að það að taka barnið út úr þjónustunni mun líka hafa vond áhrif á fjárhag fólks. Ég er ósammála fjármálaráðgjöfinni sem við fáum í þessu máli. Ég er líka ósammála því að þetta eigi að gilda einhverja jafnræðisregla og ég trúi því bara ekki að borgarlögmaður ætli í alvörunni að standa með þessu þegar að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur verið innleiddur og við eigum að fara eftir honum og engu öðru. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið við það að veita andsvar og þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarfulltrúa Vinstri grænna fyrir að taka þetta mál upp hér í dag. Sjálfsögðu mjög mikilvægt mál að ræða og ekki algjörlega einfalt og ég held að við getum öll sameinast þá skoðun að það sé æskilegt að sú þjónusta sem var hér vísað til, það sé æskilegt að allir hafi aðgang að henni, að minnsta kosti sem flestir. Og þarna takast auðvitað nokkur sjónarmið á og sem eru mjög gild. Annars er það að við viljum ekki að börn lendi í því vegna greiðslufalls hjá foreldrum að missa af þessari þjónustu. Á hinn bóginn þá er tekjur borgarna að ræða. Tekjur sem borgin hefur að slíkri gjaldtöku eru mjög mikilvægar. Það er ekkert hægt að fá þess að tekjur annar staðar. Borgarkerfið er mjög dýrt í rekstri. Skattaheimildir eru full nýttar, hvað varðar útsvar og fleira. Það verður ekki meira tekið þaðan. Og hér bara hefur verið mótuð sú stefna að tekjur af þjónustu standi á ákveðinn hátt undir útgjöldum borgarinnar. Þannig að borgin, hún getur ekki leyft sér það að vera með léttúð í innheimtumálum. Við þurfum að sjálfsögðu að fá tekjur af þeim sem nota þjónustuna og flest þessi þjónusta er nú niðurgreidd fyrir og er það að miklu leyti þannig að það er úr vöndu að ráða. Þannig að við þurfum ekkert að samræma þessi sjónarmið og ég tel að við getum gert betur í þessum efnum. Ég tel að stórt skref hafi verið stigið í þessum málum á síðasta kjörtímabili. Þegar það urðu hér miklar umræður um innheimtu á mat, skólamat, mat í skólum borgarinnar, máltíðum og umræða sem kannski náði hámarki þegar að efnahagserfiðleikar urðu hér síðla árs 2008 og þegar það var að skoða þessi mál þá kemur í ljós að innheimta á skólamáltíðum hjá borginni, hún var ekki algjörlega samræmd og víðast hvar var maturinn nokkuð ódýr en verðið var ekki alls staðar það sama og það kom í ljós að það var ekki að reglum þessa innheimtu var ekki framfylgt með nákvæmlega sama hætti.
Þannig var það skólastjórum að nokkur leyti sjálfsagt sett hvort að þeir til hvaða aðgerða var gripið ef foreldrar greiddu ekki fyrir máltíðir barnanna. Og það kom fyrir það var staðfest og það var í sennilega algjörum undantekningartilvikum að þá hafði það komið fyrir að minnsta kosti var kvartað yfir því og okkur barast ábendingar það að börnum hafði beinlínis verið vísað á röðinni eða semst ekki fengið mat vegna greiðslufalls foreldra. Og þá sameinustu við það hér í borgarstjórn, ræddum þetta bæði hér í borgarstjórn og vettvangi menntaráðs að þetta væri ótækt. Við vildum ekki sjá, eins og menn kannski, eins og ég orðaði eftir mann, menn vildi ekki sjá neina svona Oliver Twist-senur eða einhverjar senur í skólanum sem myndi á ævintýri eftir Charles Dickens, þar sem fólki var beinlínis neitað þjónustu vegna þess að það hefði ekki efni á því. Þannig að við vildum algjörlega koma í veg fyrir að þannig tilvik kæmu upp, en á sama hátt vildum við líka tryggja auðvitað hagsmuni borgarsjóðs í þessum dæmi, sem var það að tryggja það að foreldrar borguðu. Og það alveg rétt sem var bent hér á áðan af einu borgarfulltrúa að greiðslugeta og greiðsluvilji ekki endilega sami hluturinn. Vegna þess að þegar að fara ofan í máli þá kom í ljós að í ótrúlega mörgum tilvikum þá eru til foreldrar sem borga ekki, en það samt greiðslugeta til staðar. Mörg dæmi það að það eru foreldrar, þeir eru jafnvel í ágætum efnum, eru vel bílandi og allt það, en bara það hreinlega ekki greiðsluvilji fyrir hendi. Og þannig að það eru vönd að ráða hjá borginni en ég tel að stórt skref hafi verið stigið á síðasta kjörtímabili þegar það var ákveðið að samræma gjaldskrár, sjá til þess að engum væri vísað úr röðinni og svo var ákveðið að tryggja að jafnvel þó greiðslu bærist ekki þá fengi börnin áfram að borða og þá var náttúrulega á það bent að það kynni að vera einhver ósanngirni í því að í sumum skólum eru sem sagt miklu, það misjafnt eftir skólum hvort að það greiðslufall og þá var búinn til miðlægur pottur til þess að taka á þessum málum. Fór ekkert mjög hátt en það var talað þetta í borgarstjórn og skólastjórum og félagsþjónustu borgarinnar, velferðarráði þjónustu var gert þetta kunnugt. Þannig að ég tel að þetta var bara fyrirmyndardæmi mál sem var vel unnið, sem allir borgarfulltrúar unnu að og stóðu með og hafði góð áhrif í för með sér. Þarna tókum við út þessa framkvæmd sem var einhverju leyti misjöfn og ég held að þetta virki mjög vel. Og það má alveg til sanns vegar færa, það má alveg notast í slíkt kerfi á fleiri sviðum eins og varðandi frístundaheimili og fleira. Að einhvern veginn að neita ekki þjónustuna þegar að þrátt fyrir að greiðslufall verði en fara þá í innheimtu aðgerðir gagnvart foreldrum ef þeir eiga eignir. Svo auðvitað bara kemur fyrir að sumir, það ákveðin prósenta auðvitað af mannfjöldanum sem á ekki eignir og stendur ekki skil á kannski neinum reikningum eða á erfitt með að gera það og við vitum það bara hvort að við þurfum að alltaf að hlaupa tilbaka með slíkum hópum og ég held að það sé alveg sátt að gera það hér í borgarstjórn. Þannig að ég veit alveg að þetta ekkert lögfræðilega, stjórnsýslulega þetta flókið, en ég alveg viss það að ef það er vilji fyrir hendi þá eigum við að geta sameinast að leysa þetta mál með einhverjum hætti og alveg hissa á því vegna þess að þetta hefur verið rætt alveg mjög reglulega, að minnsta kosti frá árinu 2008 og ekki síst hefur Sólveig Tómasdóttir borgarfulltrúi verið dugleg að vekja athygli á þessum málum. Þannig að ég skil ekki alveg af hverju við erum ekki komið lengra í því að skapa svona reglurýkningu þetta eins og heppnaðist vel í því tilviki sem ég nefndi áðan. Ég man vel eftir á sínum tíma hefur að skapa þessar reglur að það voru embættismenn sem veittu ráðgjöf í því máli sem leist ekkert á það og einhvern veginn tók ekki alveg undir með okkur að þetta væri rétta leiðin, vildu hafa þetta kannski bara eins og þetta var. Sá ekki að þetta verði eitthvað forgangsatriði en það var bara barið í borðið og sagt að þeir eru bara að gera þetta þannig og þeir tóku mark á því og unnu eftir það að okkur í málunni í mjög góðu samstarfi. Og þess vegna finnst mér hér þegar við ræðum þetta mál í dag að borgarstjóri ætti að taka á sig rögg, kannski hann ætti að setja sig meira inn í málið, þetta ekkert einfalt, það tekur tíma að setja sig inn í málið, setja sig meira inn í málið, tala kannski
tala kannski við fólki okkar framlínu þjónustu, bara hvernig þetta er að virka svo framvegis og hann sem æðsti embættismaður getur síðan gert hinum embættismönnum það ljóst að þrátt fyrir þeirra faglega álit, þrátt fyrir að það verið að taka ákvörðun sem gengur gegn faglegri ráðgjöf og allt það, þá sé það niðurstöðu að borgarfulltrúar og borgarstjórnar reyna að vinna svona málinu, vegna þess að ég hef ekki orðið var í umræðum við annað en menn séu bara alveg sammála að gera þetta svona. Þannig finnst mér að borgarstjóri eigi að vinna þetta. Þetta er kannski dæmi það bara hvernig álit embættismanna getur skarast á í kannski pólitíska álitið, sem ég held að við séum alveg einhuga og einhvern tíma verða menn verður að höggva á slíka hnúta og þá er þetta þannig að pólitíkin á að ráða en ekki embættismennir og það hjálpar okkur ekkert að segja og við erum ekki að ganga út frá þessi vísu að í hvert sinn sem við tökum pólitíska ákvörðun þá séum við að ganga eða allt yfir eitthvað heilat sem heitir faglegt álit embættismanna. Þeir eru ágættir en þeir geta haft rangt fyrir sér alveg svo við og það er ekkert að því að taka pólitíska ákvörðun í svona máli og fylginni fast eftir og gera embættismönnum það ljóst. Þannig að mér finnst lítið hafa gerst í þessu máli á kjörtímabilinu, nú er að koma að lókum kjörtímabilsins, mér finnst að það þurfi bara að vinna betur að þessu, vona að borgarstjóri geri það og ekki síst vegna þess að hann kemur úr flokki sem hefur ekki hikað við að gagnrýna að minnsta kosti í aðdraganda kosninganna síðast, gagnrýna hér stjórnsýsluna og pólitísk verk, segist vera pönkframboð og allt það. Slíkur flokkur hlýtur að hafa vilja og kjark og þor í sér til þess að breyta máli eins og þessu sem ég held að við borgarfulltrúarnir og þorri borgarbúa séu alveg sammála. En ekki að því sögðu, það verður að tryggja sem flestir fái þjónustuna, en það verður líka að tryggja hagsmuni borgarsjóðs, það verður að tryggja að borgarsjóður fái sínar krónur og sína aura, en ég minni það bara á þessa leið, ég get ekki séð að sé, og hef komið þeirra sálítið að sé neitt ólulegt við það eða það orki neitt tvímælis að búa til dæmis til miðlægan pott sem tækja á þessu málum með sama hættu var gert með máltíðirnar í grunnskólanum. En það er í mörg horn að líta þegar það kemur að þessum innheimtureglum borgarinnar og grunnþjónustu. Ég fekk bara í morgun, þá fekk ég ábendingu úr einu hverfi borgarinnar vegna félagsbústaða eða íbúar sem eru í félagsbústöðum sem njóta þessu unni bæði, fá þjónustu frá okkur með því að búa í félagsbústöðum, fá líka heimaþrif sem eldri borgarar eða fá að samkvæmt ákveðnum reglum velferðar þjónustunnar og það er að sjálfsögðu rukkað fyrir það, væntanlega hófleg gjaldtaka, en ég fekk ábendingu það að í einu hverfi borgarinnar þá hefði einhver hópur sem hefði notið heimaþjónustu frá árinu 2011, þá hefði ekki fengið, það hefði sennilega farist fyrir að rukka fólkið heimaþjónustuna fyrir þessi heimaþrif og það hefði gengið þannig fyrir sig eitthvað tíma, fólk fekk ekki rukkun og það sem sagt borgaði þess vegna ekki, fólk yfirleitt bara borgar ekki nema að fái beinlínis rukkun, það ættum við að þekkja, en síðan hins vegar núna sem sagt 2013, bara þessa dagana, þá hafa þessi mistök komið í ljós væntanlega og þá fær fólk rukkun uppsafnaða skuld, þá fær fólk sem þetta rukkað fyrir allan tíman, tveggja ára tímabili fyrir heimaþjónustu, heimaþrif og þótt að þessi upphæð sé örugglega ekki há í hvert skipti sem fólk þarf að borga, þá munar fólk að fá þetta svona allt í einu. Það munar virkilega það að fá svona háa upphæð og að hún komi til innheimtu í einu lagi. Og þetta fólk hefur gert athugasemdir og telur sig ekki mæta skilningu hvað það varðar, þannig að ég myndi vilja biðja borgarstjóra og jafnvel báða líka formann velferðarráðs að líta á þetta mál. Ég veit ekki hvort þið vita af þessu, það verði ágætt að fá svar við því núna, að hvort að hér séum hvers konar handum hverjum séum að kenna ef fólki hefur ekki verið rukkað og fær síðan þennan háa reikning 2 árum síðar, hvort að þetta sé einstakt tilvik eða hvort að þetta sé í fleiri tilvikum. Ég var sagt að þetta hefði verið einhver hópur sem hefði fengið þetta og hvort að það verið þá komið til móts við þennan hóp upp að það að fá að gera upp á lengri tíma þannig að fólk þurfi ekki núna á lágum tekjum sínum sem öryrkjar eða eldri borgarar að þurfa að gera upp
þessa upphæð sem hefur safnast fyrir með þessum hætti. Langar til að beina þessu til þeirra sem væntanlega hafa fengið þessa kvörtun líka, hvort þetta sé rétt og hvort að það verið brugðist til þessum einhverjum hætti. Það borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá næstur mælendaskrá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Frú forseti og ágætu borgarfulltrúar, mér langaði aðeins til þess að koma hér upp og bæta aðeins við það sem Áslaug Friðriksdóttir borgarfulltrú ræddi hér áðan. Það eru ný lög neytendalán sem að sett voru í mars síðastliðnum og tóku gildi núna 1. nóvember bara fyrir rúmum 2 vikum síðan. Og ég held að það sé alveg full ástæða til þess að við óskum eftir því hvaða áhrif þessi nýju neytendalög hafa á borgina. En þar kemur fram að í rauninni meginþorri allra lánveitinga til neytenda, þar á meðal raðgreiðslur og yfirdráttarlán, þurfa að fara í gegnum greiðslumat og þar á því bara einstaka undantekningar, til dæmis yfirdráttarlán sem á að greiða innan 1 mánaðar eða lánasamningur sem að felur í sér endurgreiðslu án vaxta og kostnaðar eða endurgreiðslu innan 3 mánaða. Og þessi nýju lög neytendalán verða til þess að venjulegt lágtekjufólk fær til dæmis ekki greiðslumat í sínum banka og leita núna til sveitarfélagsins ef það vantar 500.000 krónur í lán vegna fyrirframgreiðslu húsaleigu. Og nú komin svona óbóðslega miklar fyrirframgreiðslur og tryggingar á leigumarkaðinn og bara venjulegt fólk í algjöru vandræðum og það fær ekki greiðslumat út af þessu nýju neytendalánum. Og þá eðlilega leitar fólk til sveitarfélagsins og það getur ekki verið okkar hlutverk að taka við þessum lánveitendum þegar bankakerfið skýlur sér á bakvið þessi nýju lán. En ég var að finna einmitt í við þessi nýju lög. Ég var að finna í þessu nýju lögum mjög mikilvæga setningu sem að hljóðar svo í 4. grein: heimilt að víkja frá ákvæðum laga þessara til hagsbóta fyrir neytendur. Auðvitað það til hagsbóta fyrir neytendur að svona skammtíma yfirdráttarlán til þess að tryggja sér húsnæði séu veitt af lánastofnunum, en það ekki gert í dag og við erum að finna strax fyrir auknum þunga í þjónustumiðstöðvum borgarinnar þar sem fólk að leita eftir aðstoð borgarinnar vegna þess að það fær ekki þetta greiðslumat. Þannig að ég ætla bara að þakka fyrir þessa umræðu og við verðum að passa upp á að þegar svona ný lög eru sett að það bara varpist ekki ábyrgð yfir á borgina með nýjum lánveitingum til hópa þar sem bara stór hluti samfélagsins ætti í rauninni þá einhverja aðstoð ef við tækjum þessa ábyrgð yfir af bankakerfinu, en sem stendur ekki til, en þetta gríðarlegur vandi bara akkurat í dag. Þá borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Jú, borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir hefur hvatt sér hljóðs. Forseti vill minna að gesti á að það ekki í boði að öskra hér í þessu sal. Takk. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil bara fá að ljúka þessari umræðu og þakka fyrir hana. Ég vonsvikin yfir því að meirihlutinn skuli ekki ætla að standa í lappirnar í þessu máli. Tillögurnar verða væntanlega teknar fyrir í borgarráði á 5. og þá munu þær fá frekari umfjöllun, geri ég ráð fyrir. En ég vil bara í einlægni brýna borgarfulltrúa í því að standa með börnum og að hugsa barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem að 2. og 3. greinin koma mjög skýrt inn á það að börn eigi að njóta vafans þar sem ekki alveg skýrt hvernig túlka beri lög og reglur og að börn skuli ekki líða fyrir aðstæður eða forgangsröðun foreldra sinna. Hvort tveggja verið að gera núna eins og reglurnar í dag og ég sé ekki á meðan einhver möguleiki á því að einhverjum börnum verði vísað frá áfram að þá erum við ekki að koma í veg fyrir þetta og þar með ekki að uppfylla þessar skyldur sem að mér finnst við verða að gera og ég mun fylgja því eftir.
Þá hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið máli sínu og þá hafi ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Forseti langar til að vinda sér í kosningar með leyfi fundarins áður en við leggjum fram fundargerðir borgarráðs og langar mig að biðja borgarfulltrúa að ganga inn í borgarstjórnarsal. Við erum að taka fyrir 3 kosningar og biðja fólk að hnippa í borgarfulltrúa og biðja að ganga inn í salinn. Við göngum sem að fara í kosningar og þá lagt til að Bjarni Þór Sigurðsson taki sæti í íþrótta- og tómstundaráði í stað Stefán Benediktssonar sem tekur sæti varamanns í ráðinu og jafnframt lagt til að Hafrún Kristjánsdóttir taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Óskars Arnar Guðbrandssonar. Þeir sem að samþykkja þetta vilja gefa merki. Það telst samþykkt samhljóma. Þá lagt til að Davíð Stefánsson taki sæti í menningar- og ferðamálaráði í stað Þórs Einarssonar sem verður varamaður í ráðinu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það gefi merki. Það telst samþykkt samhljóma. Þá lagt til að Halldór Gunnarsson taki sæti í hverfisráði Laugardals í stað Jórunnar Frímannsdóttur og að Lára Óskarsdóttir taki sæti Halldórs sem varamaður í ráðinu. Þeir sem að samþykkja það vilja gefa merki. Það telst samþykkt samhljóma. Þá höldum við áfram með dagskrána og leggjum fram, förum í 4. dagskrárlið og leggjum fram fundargerðir